Í Svo á jörðu sem á himni eftir Kristínu Jóhannesdóttur rennur löngu liðinn harmur saman við núið og segir fyrir yfirvofandi feigð. Allar Norðurlandaþjóðirnar og Frakkar auk evrópskra sjóða sameinuðust fjármögnun myndarinnar sem var á sínum tíma eitt dýrasta verk sem íslenskir kvikmyndagerðarmenn höfðu ráðist í, en hún kostaði hátt í 400 milljónir króna á núvirði. Myndin segir sögu af sama staðnum á 2 tímaskeiðum. Kristín vísar til sögulegra persóna og atburða. Annars vegar strands franska rannsóknarskipsins Pourquoi út af Mýrum í Borgarfirði í september 1936 og hins vegar Straumfjarðarhöllu sem uppi var á 14. öld og mun hafa bannfært þennan stað vegna alls þess sem hún misti. Móðir og dóttir, leiknar af Tinnu Gunnlaugsdóttur og Álfrúnu Örnólfsdóttur, gegna aðalhlutverkum á báðum tímabilum, kannski eru þær sömu persónurnar. 14. aldar konan saknar mann síns sem hefur verið burtu árum saman. Loks snýr hann aftur heim og stund eru þau sameinuð. Grunninn þetta sama konan eða 2 hliðar á sömu koninni og það þetta gaman að takast á við að geta svona prófittir að önnur er mild og góð og hugsar sitt fólk og hin er haldin, hún er haldin ást til manns sem birtist mjög sjaldan og fer og kemur kannski ekki aftur og hennar tilvist virðist byggjast á þeirri tilfinningu að laða hann til sín, lokka hann til sín, halda honum hjá sér og allt það. Kristín þetta mjög sérstök sem listamaður og það óskaplega gaman að vinna með henni. Það einhvern veginn, það eru svo miklar og flóknar pælingar á bakvið allt og ég einhvern veginn svona að vona að mér hafi tekist að fylgja hennar sýn og sérstaklega þessar senur aftur í tíman. Þetta er svolítið ráðgáta. Af hverju þurfið þið karlmenn alltaf að vera að fara eitthvað? Fara? Þeir að koma aftur með eitthvað smá dótanda börnum og nokkra sögur. Verður það ekki að vera nóg í bili? Nóg í bili? Hvaða bili? Þangað til þið farið aftur. Smá dót og sögur. Og svo logið upp spurningum sem verður að svara til að hægt sé að fara. Bara fara. Alltaf rétt í bili. 20. aldar stúlkan skyggn og upplifir hina löngu liðnu atburði eins og þeir væru að gerast hér og nú. Hún skynjar einnig hið yfirvofandi sjóslys og reynir að vara við því. Það koma engin skip hingað, þú veist það. Það víst skip að koma. Álfrún var náttúrulega bara alveg stórkostleg í þessari mynd. Hún einhvern veginn fyrir svona lítinn krakka að keyra svona á það sem ætlast það til á henni. Mér fannst það frábært og ég held að sko Kristín hafi haldið mjög fallega utan hana og hennar hlutverk og það sé ekki síst þess vegna sem hún skilar svona góðum leik. Börn eru svo mikið óskrifuð blöð í kvikmyndum en það að fá þau til að gera ótrúlegustu hluti með réttri leiðsögn. Sjónræn umgjörð, taka, ljós, leikmynd og búningar magnar upp hinn dramatísku örlög persónanna á sérlega áhrifaríkan hátt. Ráða má af klæðaburði 14. aldar fólksins að þar fer fólk sem í sterkum tengslum við umheiminn. Það sem okkur fannst svo merkilegt var þegar við rákust á heimildi frá Grænlandi, fatnaði fólks frá þessum tíma hafði varðveist í friðinni jörðinni. Við gerðum ráð fyrir því að var í samskona fatnaður á Grænlandi og hér, en það voru þetta fólk sem sigldi frá Noregi til Íslands og yfir til Grænlands. Þetta var flauel og silki og fíneri frá Evrópu og þeir voru ekki að klæða sig eftir veðri eins og við gerum kannski enn þann dag í dag. En svo náttúrulega vorum við líka að horfa á náttúruna á tökustað og hvernig samspil búninga, lita, val og þvílegt myndi koma út.
20. aldar kaflanum hefur tíminn ekki leyst upp bölvunina sem hvílir á staðnum. Hún læsir sig í Pourquoi pas, skip franska vísindamannsins og heimskautafarans Jean-Baptiste Charcot. En kannski var hann alltaf feigur. Það var nú svona fljótlega eftir að ég klára hjaran að fór að sækja á mig alls konar hlutir og þar á meðal var þessi ofboðslega sterka og skýra mynd af einhverjum mávi sem að einhver maður að sleppa út í eitthvað óveður. Sauve-toi, mon bel oiseau. Envole-toi. Og ég vissi ekkert hvað þetta kom. Og ég leitaði, ég held að það liði 1 eða 2 ár allavega, áður heldur en að þá maður leiddur að brunninum og það inn í bókaskáp foreldra minna þar sem að öldin okkar var geymt í mörgum bindum og ég tek út 20. öldina og finn þessa sögu Pourquoi pas sjóslysið við Mýrar og þar þessi saga af því að þetta var það síðasta sem að Dr. Charcot gerði, það var að sleppa fugli sem að hafði sest á þilfarið og verið í búri og verið skemmtikraftur áhafnarinnar þó nokkuð tíma.